Komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarsinni sem staddur á Akureyri, prófessor við háskólann þar. Blessaður, Hilmar. Sæll vertu. Það var fundur í utanríkismálanefnd út af óánægju stjórnarandstöðunnar með hingað komu Ursulu von der Leyen sem svolítið erfitt að átta sig á það hvað íslensk stjórnvöld voru að ræða við hana sem formann framkvæmdastjórnarinnar. Það virðist vera eins og það sé verið að búa til svona varnar- og öryggissamning við Evrópusambandið, en Evrópusambandið fyrst og fremst efnahags bandalag eins og hétt í gamla daga. NATO sér öryggismál í Evrópu. Hvers konar samning sér þú fyrir þér? Það verður að einhverju fréttunum að tala tvíliða varnarsamning Íslands og Evrópusambandsins. Þessi samningu, Ursula kallaði hennar samning EU Security and Defence Agreement. Og ég held að hann hefði sagt að Bretland, Noregur og Kanada séu að fá slíkan samning eða séu búin að fá hann eða að fá hann. Það talaði að þessi samningur ætti að fara að vinna í þessu samningi fyrir Ísland. Auðvitað staða Íslands mjög ólík Bretland, Noregur og Kanada hafa öll heri. Við höfum það ekki, en það var nefnt, ég held að Kristrún hefði nefnt netöryggi og innviði, til og með skarpla í sjó, eitthvað slíkt, skilur. Það ákveðin atriði sem ég geti alveg ímyndað mér að væru atriði sem við getum haft samráð við Evrópusambandið Sem Evrópusambandið myndi þá borga fyrir okkur? Ég veit ekkert það. Það efast að við verum að taka væntanlega þátt í einhverju og ég efast að við verum ekki að borga fyrir það. Við tökum þátt í alls konar starfsemi hjá ESB og borgum í því. Þannig að til dæmis í menntamálum, það borgum við í því. En ég allavega, það alveg óljóst hvað þetta er. Ursula sagði það, hún gerði sér alveg grein fyrir því að Íslands byggði á tveimur meginstöðum, annars vegar NATO aðild Íslands og hins vegar við verum með tvíhliða varnarsamning Bandaríkin og þetta veri eitthvað svona þriðja stoð sem hún talaði og ég býst í því að spennan í utanríkismálanefnd snúist aðallega það að einhverjir sem á móti Evrópusambandsaðild telji að umsókn Íslands sé ekki gild, við séum ekki umsóknarríki, spenna snúist aðallega það, en varðandi hennan hugsanlega Security and Defence Agreement, þetta svona öryggis- og varnarsamningur. Þetta bara bókstaflegri merkingu og óskrifa blað. Við þurfum bara að sjá hvað kemur út úr þessu. En við vitum það náttúrulega að Evrópusambandið ekki með neitt sameiginlegan her og það vakna spurningar og það ef við færum að fara í eitthvað svona varnarsamtal við Evrópusambandið, hvort að við þurfum þá að fara að leggja til hermenn. Evrópusambandið með eitthvað sem heitir EU Mutual Defence Clause sem tekur mjög sterkt til orða. Hún segir að ríki, ef það ráðast af eitthvað ríki sem innan Evrópusambandsins, þá verða hin að bregðast við by all the means in their power. Þau verða að gera allt sínu valdi til að verja það ríki sem verður fyrir árás. NATO hins vegar tala bara such actions as it deems necessary sem miklu veikar að segja að það bara bregst hvert ríki við eftir sem það telur nauðsynlegt. Þannig en hins vegar ekkert á bakvið Evrópusambands þessa EU Mutual Defence Clause vegna þetta allt sem að þjóðherir og það engin sameiginlegur her. Hins vegar varðandi í artikul 5 eða 5. grein NATO þá eru Bandaríkin okkur varðar á bakvið það. Ekki bara það við séum í NATO, þau eru leiðtógaríkið og svo erum við með tvíhliða varnarsamning Bandaríkin. Þannig að okkar öryggi byggir á Bandaríkjunum en ekki á Evrópu. En það finnst mér alltaf voða langsótt að Evrópa var að koma okkur til aðstoðar eða á okkur ráðist. Fyrir utan það, að þá finnst mér verið að gert voða mikið úr samstarfi við Norðurlöndin og Íslandsríkin í þessu máli því þau eru alltaf í svæði, þau hafa snertifleti við Rússland, efnahagslögsögu eða landamæri, við höfum það ekki. Þannig að okkur stað allt önnur, hvorki Kína eða Rússland býta okkur sem við sem að þeirra áhrifasvæði. Þannig ég sé ekki alveg hvaðan ógnin á að koma. En ég held að það sé eitthvað að koma frá Evrópusambandinu, hvort sem við erum úti eða inni, skipti litlu máli. Hins vegar ég ekki að gera athugasemd við að Ursula hafi verið boðið að koma til Íslands. Ég held að það sé mjög mikilvægt að við höfum gott samband við alla svona æðstu embættismenn Evrópusambandsins, þar á meðal hún forseti framkvæmdastjórnarinnar. Það mjög mikilvægt vegna þess að við erum hluti af Evrópska efnahagssvæðinu og við höfum ekki bein áhrif á lagasetningu eða reglugerðarsetningu innan Evrópusambandsins. Við höfum bara áhrif á sérfræðingarlevel, bara við getum haft áhrif að það verið að undirbúa lög og reglugerðir. Við getum gert það ekki með EES-samninginn. Við getum gert nein áhrif á endalega ákvarðanatöku. Þess vegna skiptir mjög miklu máli
að íslenskir ráðamenn, þar á meðal forsætisráðherrann, séu í beinu talsabandi við æðstu menn Evrópusambandsins út af viðskipta, út af sameiginlega markanum. Þannig ég ger ekki athugasemd við það að henni hafi verið boðið. Hins vegar spurningin, hvað verið að tala okkur í sambandi við eitthvað svona varnarsamning, það bara eitthvað sem við eigum eftir að sjá hvað verður. Ég held að það komi ekkert í staðinn fyrir það sem við erum með í dag. Já, ein gagnrýnin á innkomu hennar hefur komið frá stjórnarandstöðunni, bæði Sjálfstæðisflokki og Miðflokki og meira segja Framsóknarflokknum líka, eins og þessi heimsókn sé einhvern veginn að sé verið að svindla okkur inn í Evrópusambandið, en önnur gagnrýni á hennar innkomu það að hún hefur verið svo ákafur stuðningsmaður Ísraelsstjórnar á meðan að þjóðarmorðið í Gaza stendur yfir, að það sé eiginlega óviðkvæmilegt að vera bjóðinni hingað heim. Já, þetta náttúrulega Gaza svæðismál náttúrulega alveg skelfilegt og það geti stjórnvöld bara komið því áleiðis til hennar að okkar viðhorfum, en við breytum ekki viðhorfum Þjóðverja í því máli sem maður getur ekki tekið undir. En það eru aðilar sem að telja að sé verið að eiga að fara að smygla Íslandi í gegnum ESB einhvern veginn bakdyramegin. Það á að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, en ég sé ekkert fyrir mér hvernig þetta á að gerast. Og svo það sem stendur í stefnuyfirlýsingunni, það átt að búa til að móta öryggis- og varnarmálastefnu, og þetta kannski hluta því að koma einhverja þriðju stoð, hluta þessari öryggis- og varnarmálastefnu sem ríkisstjórnin talar í sinni stefnuyfirlýsingu, síðan þjóðaratkvæðagreiðsluna, og svo búið að gera eitt annað varðandi Evrópusambandið, það er búið að skipa sérfræðingahóp sem á að fjalla gjaldmiðlamálin fyrir okkur. Og það var gert 2012 mjög ítarlega og svo aftur 2018 mjög ítarlega og nú verið að gera það einu sinni enn. Þannig að það það sem í gangi, en ég meina hvernig ef það á greitt atkvæði að Evrópusambandið 2027 á að koma þessi gegn, kosningar ekki 2028, ég sé það ekki fyrir mér. Nema stjórnvöld allir að fara núna bara þegar í einhverjar svona óformlega viðræði við Evrópusambandið aðild áður en að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram. Ég veit það ekki. Er það ekki frekar tæft, en af hverju sérðu það sé eitthvað þröng tímamörk á því að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu 2027 þó að séu kosningar 2028? Ef það verður þjóðaratkvæðagreiðslu 2027 og þjóðin segir já, ef það segir nei þá skiptir þetta engu máli. Ef hún segir já, þá bara 1 ár eftir til að semja við Evrópusambandið og koma með samning sem ættir að bera undir þjóðaratkvæði. Ég myndi reikna með því að ríkisstjórnin myndi vilja fara með í þjóðaratkvæði með það hafi verið búið að samþykkja 2027 að það eigi að fara að við eigum að sækjum, ef það hafi verið niðurstaðan, við eigum að halda áfram að halda viðræðunum, ekki sækjum, því þeir segja að Úrsula sagði að samningurinn væri still valid, umsóknin okkar still valid, við þurfum ekki að sækja aftur, við þurfum bara að hefja viðræður að ljúka þeim, að ljúka þeim á svona skömmum tíma frá 2007, 2008, eitthvað árið eða eitthvað, það allt og skammur tími. Svo þyrfti líka að breyta stjórnarskránni, ég myndi halda það kannski betra fyrir að tala við lögfræðing það, en þetta ansi skammur tími, þannig að þetta hægt að fara að kjósa því þá væri væntanlega alþingiskosningar og svo væri kosið samninginn og svo væri hugsanlega kosið líka leið tillögu breyting á stjórnarskránni. En af hverju má ekki vera þingkosningar frá því að þjóðin ákveður að aðildarviðræðurnar haldi áfram og síðan verður þingkosningar og svo tekur ykkur 2-3 ár að semja og eftir þetta benda það að það geti komið ykkur allt önnur ríkisstjórn sem hefur Evrópu bara ekki á sinni dagskrá. Nei, ég er bara að velta fyrir hvernig ríkisstjórnin hugsar þetta. Ég meina, ég er ekkert óalega spenntur fyrir inngöngu Íslands í Evrópusambandið og upptöku evrunnar eins og staðan í dag. Ég er það ekki, mér finnst ástandið í Evrópusambandið ekkert vera gott. Ég sé ekki hvernig hugsað þetta og auðvitað getur það eru 2 stjórnarflokkar sem styðja Evrópusambandsaðild. Er nokkur annar flokkur í Alþingi sem styður Evrópusambandsaðild? Nei. Það er Viðreisn og það er Samfylkingin sem klárlega styðja þetta. Engin annar, ekki 6 flokkar Alþingi, hinir 4 styðja þetta ekki og það getur breytingar en ég meina, ég hefði haldið það ríkisstjórnin myndi, ég var alltaf fyrir mér, af hverju viljum ekki hafa þjóðaratkvæðagreiðsluna miklu fyrr ef hún alltaf reyna að koma þessu máli í gegn? Af hverju að byrja málið og koma þið ekki í gegn? En hún má gera það, Hilmar, vegna þess að í stjórnarsáttmálanum stendur að eigi síðar en 2027, þannig það má alveg haldið þetta næsta ári. Það er alveg hægt, þeir eru að miða við þetta og þeir eru búin að setja í gang gjaldmiðlamálið að kanna það.
það alveg hægt, en þetta tekur ansi langan tíma vegna þess að stærstu málin þegar þetta var gert síðast, þegar samningaviðræður voru í gangi, Ísland var umsóknarríki 2009, það ekki sagt 2009 var umsóknarríki og svo fóru fram viðræður og það var stærstu málunum sleppt og þau voru lengi í meðferð. En það er alveg rétt hjá þau, alveg rétt sem þú segir, að það væri hægt að byrja þessar viðræður og svo halda kosningar og það myndi væntanlega ríkisstjórnin halda velli og geta haldið áhrifum málið. En það náttúrulega eru bara 2 flokkar sem styðja þetta og það spyrir ekki hvernig 3. flokkurinn ríkisstjórnin myndi bregðast við því. Þannig að þetta stendur allt frekar tæpt og svo náttúrulega stuðningur við Evrópusambandið, hann er sveiflukendur á Íslandi. Það reyndar flokkar sem eru með eða gætu haft eða hafa haft þá stefnu að þjóðin eigi að taka ákvörðun. Þannig að flokkarnir sjálfi taki ekki afstöðu. Það var einu sinni stefna sumra í Sjálfstæðisflokknum. Það var einu sinni stefna Framsóknarflokksins. Þannig að maður getur séð fyrir sér að Framsókn eða flokkur fólksins gætu haft á stefnu að þjóðaratkvæðagreiðsla annars vegar að sækja og hins vegar samningin sjálfan, að það væri bara bestamál. Já, þú meina það bara eftir kosningan 2008 þegar búið að semja, þá verði haldið þjóðaratkvæðagreiðsla og ef það ætti líka að breyta stjórnarskránni, þá verði líka að rjúfa þing og halda aðra kosningar. Ég býst því að það er að gera, þú eru eiginlega að tala við eitthvað lögfræðing, stjórnarskrárlögfræðing það, en þess að ég er að tala við, halda því fram að það þyrfti að breyta henni og ef þú breytir henni þá verður að leggja fram til lögum breytingar stjórnarskránni, þú verður að rjúfa þing og halda kosningar og kjósa svo aftur nákvæmlega sömu tillöguna, má ekki breyta henni neitt og þetta er allt saman flókið, en það er alveg rétt sem hún segir að þetta er hægt að gera þetta svona. En ég haldi það að ríkisstjórnin myndi ef hún leggur kappa á þetta og ég held að Viðreisn og Samfylkingin leggja kappa á þetta mál. Þó ég reyndar vitum aðilega Samfylkinguna sem ég held að við síðast ég vissi voru ekkert hlynntir Evrópusambandinu. Þannig ég veit ekki svona hvernig það er og svona geta verið innan annarra flokka sem eru í heild á móti einhverjir aðilega sem styðja þetta. Já. Ég hef ekki heyrt að Framsóknarflokkurinn styðji þetta. Ég veit til dæmis að hann gerði það eftir í flokksþinginu 2009 þegar að Sigmundur Davíð var kjörinn formaður að þá lá fyrir og var samþykkt tillaga að sækja aðild. Sigmundur Davíð? Já, það var á sama flokksþinginu og hann var kosinn formaður að þá var leifarnar af stefnu Halldórs Ásgrímssonar og félaga sem lá fyrir það sem var orðuð tillaga að Íslendingar ætti að sækja aðild, kíkja í pakkan eða eitthvað svoleiðis. Já, ég veit alveg það vegna þess að ég var aðstofamaður Halldórs Ásgrímssonar sjálfur. Ég talaði oft þetta við hann og hann óttaðist að vissu leyti ef við myndum ekki fara inn fljótlega þá myndum við fara inn á verri kjörum, til dæmis hvert land hefur kommissioner eða framkvæmdastjóri Evrópusambandsins. Hann var hræddur það að við myndum kannski ekki fá slíkan aðila því við erum það lítil í samanburði við hin löndin. Þannig að hann taldi að það væri betra að fara fyrr heldur en seinna ef við ætlum að fara inn. Hins vegar náttúrulega var sjávarútvegsmálin orkuðu mjög á Framsóknarflokknum á þeim tíma og hann höfundur kvótakerfisins. Og ég veit, ég fór með honum til Rómar á sínum tíma, þá var Ítalía með formennsku Evrópusambandinu til að spyrjast fyrir það hvernig færi með sjávarútveginn ef við færum þarna inn og þá var svarið frá utanríkisráðherra Ítalíu að við yrðum að fara eftir reglum Evrópusambandsins í sjávarútvegsmálum en við fengjum kannski mjög langt tímabil, kannski aðlögun tímabil sem stæði í áratugi. Já, og er það ekki einmitt málið? Er það ekki einmitt málið sem oft hefur verið haldið fram að þetta er ekki aðaldaviðræður, heldur þetta aðlögunarviðræður, þannig að það sem að Íslendingar geta lagt til er raunverulega að fresta gildistöku en Íslendingar mun ekki breyta sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, mun ekki breyta orkustefnunni, mun ekki breyta neinu sem skiptir máli. Það er bara samningarnir snúast það hversu lengi þú ert undan þegin einhverju tilteknum ákvörðunum. Já, það snúast það. Viðræðurnar snúast það að við samþykkjum gildandi lög ESB, svokallan acquis, og hvernig við ætlum að framfylgja þessum acquis, þessum reglum í framtíðinni og þar að segja við samþykkjum reglurnar, við ætlum að fylgja þeim en við fáum ákveðin aðlögunartíma og það er samið það og þetta er einhverju rúmlega 30 kaflar, 2 kaflarnir eru mjög erfiðir fyrir okkur, sjávarútvegskaflinn og landbúnaðarkaflinn og það verið samið það. Flesti kaflarnir getum við gátum loka mörgum kaflum mjög snemma í viðræðum við Evrópusambandið af því við erum aðilar að sameiginlegum markaði.
þá eru margir kaflarnir sem rúmlega 30 köflum auðvelt fyrir okkur að semjum þá, af því við erum hvort til hluta, við erum eiginlega með auka aðild að Evrópusambandinu gegnum Evrópska efnahagssvæðið, samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, en það væri ákveðnir kaflar sem væri mjög erfiðir og ég skil þetta eins og út að segja að við erum einfaldlega að samþykkja allt saman, öll gildandi ESB lög og reglugerðir og svo bara þarf að undirbúa hvernig við ætlum að beita þeim og hvernig við ætlum að framfylgja þeim og hvaða við höfum langan tíma til þess að geta gert það. Og þá sjávarútvegsdæmið og landbúnaðurinn líka undir því til lengri tíma litið. Þetta er rétt. Það er ekkert víst þótt að útgerðin á Íslandi vilji alls ekki gangi Evrópusambandið út af sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, þá er ekki þar með sagt að það eigi við allan almenning sem getur vel verið að hann líti svo á að við erum búin að tapa landhelginni til svona 14 fjölskyldna og það er svo sem breytir ekki miklu hjá okkur hvort einhver útlendingar fá að veiða þarna líka. Þetta er náttúrulega mjög viðkvæmt mál. Það tók 74 ár fyrir okkur að færa landhelgina úr 3 mílum í 200, það var frá 1901 til 1975 og það fullt yfirráð yfir okkar efnahagslögsögu og þetta er mjög viðkvæmt og náttúrulega eru miklir hagsmunir, stór íslenskt fyrirtæki sem að hafa mikla hagsmunir, þannig að þetta verður bara, hafa tekist á veiðilegu frumvarpið, þú sást það alveg, þannig að það tekist á þessi mál, en svo náttúrulega þjóðaratkvæðagreiðsla þá ræður bara einfaldur meirihluti það ekki, hvernig þetta fer. Samir eru bara eitt atkvæði. Samir eru bara eitt atkvæði, þannig að við mörg atkvæði inn í SFS og mörg atkvæði inn í Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum og Framsókn. Það náttúrulega mjög samherji og mjög öflug fyrirtæki sem náttúrulega munu gæta sinna hagsmuna í þessu máli og koma sínum sjónarmiðum að framfæri. Hilmar, má ég spyrja aðeins aftur út í varnar- og öryggissamninginn við Evrópusambandið. Þú segir að í Evrópusambandinu séu ákvæði raunverulega miklu harðari að vera ráðist á eitt land að þá verði öll önnur lönd að grípa til allra tiltækra ráða til þess að verja viðkomandi land. Nú eru viðræður að Úkraína gangi inn í Evrópusambandið. Mundi þessi svona samningur milli Íslands og Evrópusambandsins merkja það að ef að Úkraína gengur inn í Evrópusambandið að það sé raunverulega miklu svona drastískari innganga heldur raunverulega inn í NATO? Já, skuldbindingin er mjög sterk en það hefur verið meginregla hjá Evrópusambandinu að hleypa ekki löndum inn í Evrópusambandið ef að það eru einhverjar mjög erfiðar landamæradeilur í gangi. Þannig að landamæri Úkraínu í dag það veit ekki hvað þær eru í dag. Þau eru ekki ljós lengur. Auðvitað vitum við hvernig þau voru 1991 og þau myndi spyrja Evrópusambandið eða NATO, þá myndi þeir bara segja það að landamærin eru það sem þau voru 1991. En þá náttúrulega veist að Evrópusambandið fram fyrir því að þá verður þeir að segja að það verður búið að hertaka stóran hluta af landinu sem að þeir telja vera landamæri vera innan ESB og þá náttúrulega þá stendur by all means necessary, all means in their power sem þau að verja hvort annað og þannig að það bara gæti ekki gerst. Ég myndi að mér ekki að Evrópusambandið myndi fara að hleypa Úkraínu inn en þetta er allt mjög fjarlægt að Úkraína fari inn í Evrópusambandið, þetta er náttúrulega allt saman bara hálfgerð vitleysa. Þetta er langt í burtu. Auðvitað getur Úkraína farið inn í einhvers konar samstarf við Evrópusambandið, meira aðgang að sameiginlegum markaði, fengi peninga til uppbyggingar og gert alls konar hluti áður en þeir fengi fulla aðild. En það sé langt í það einmitt út af þessu máli sem hún nefnir líka að landamærin ekki ljós og þá væri komið stríð milli Rússlands og Evrópusambandsins. En samt tala æðstu valdamenn inn í Evrópusambandinu og í Evrópuríkjunum eins og að þetta sé raunhæfur möguleiki. Já, það er alveg með ólíkindum, hvernig mönnum dettur í huga að tala hluti. Ég held að Bandaríkin séu búin að átta sig á því að NATO-aðild Úkraínu kemur ekki til greina neitt á næstunni og náttúrulega hafa Bandaríkin ekki afstöðu til Evrópusambandsins. En afstæðan er alveg ótrúlega, það var af því að forsætisstjórnar Evrópusambandsins var þá hefur hún sagt að Úkraína fyrst sagði að Úkraína yrði að vinna stríðið. Núna er það ekki lengur á dagskrá því að Bandaríkin eru búin að henda því í ruslið, það telja það ekki raunhæft, Trump telur það ekki raunhæft og hans samningamenn, þannig að það farið út og henda því í ruslið þeirri hugmyndum að Úkraína vinni Rússland
þá kemur svo hugmynd að semja vopnahlé bara án þess að ganga frá nokkrum öðrum málum, þar á meðal landamæri meðan einu öðru, og svo kemur þetta frá Bretlandi, forsætisráðherra Bretlands að ætla að fara í það að senda NATO-hermenn inn í Úkraínu sem eiga að vera kallað á friðargæsluliða. Þetta allt með ólíkindum. Eina sem þetta gerir það að þetta tryggir það að stríðið bara heldur áfram og áfram. Það ekki takt, og það kannski það sem Evrópa raunverulega að biðja um, að hún vill að halda þessu áfram og vona það að þetta einhvern veginn að Úkraína muni styrkjast á vígvöllunum, sem ég sé ekki að sé að fara að gerast. En það er bara útilokar algjörlega að það sé hægt að finna nokkuð samningsflöt, en það heldur þetta bara áfram og Zelenský að tala núna friðarviðræður. Ég held að hann fái eiginlega engin svör frá Moskvu. Ég hef allavega ekki heyrt talað um það, hann hafi fengið inn viðbrögð þannig að það sé líklegt að fara eitthvað viðræður í gang á næstunni. Jú, það komu viðbrögð frá Rússlandi þess að sögðu að þeir varu til í slíkar viðræður, en sem sagt kröfur þeirra varu óbreyttar, sem það að fá þessi héruð þarna austar. Já, að því gefnu öllum þeirra kröfum verið framfylgt. Hvernig eru það? Úkraína gangi ekki í NATO, að það verði brotið niður eða hafður bara algjörlega lágmarks herafli inn í Úkraínu, að þau verði með ævarandi hlutleysi og þar fram til göttunum. Já, og Rússland greiði stríðsskaða, og Rússland greiði enga stríðsskaðabætur, og Rússland fái gjaldeyrisvaraforðann sinn allan tilbaka, að Rússland allar viðskiptaþvinganir og refsiaðgerðir verið aflétt. Þetta er það sem þeir eru að gera. En þetta er ekki sem að Zelenský er að biðja um. Hann er ekki að tala um þetta. Hann er að tala um bara vopnahlé. Rússar eru að tala um friðarsamninga. Rússar mun ekki samþykkja það, því að þeir líta svo á að 30 daga vopnahlé sé bara til þess að Úkraínu her nái andanum og geti endurskipulagt sig, og það sé að koma einhverjum vopnum til landsins, því að loftvarnirnar séu að bresta og að mörgu leyti megi reikna með því að úkraínski herinn geti jafnvel brostið einhvers staðar við víglínuna hvernig sem er. Já, og það er það sem að segja, þó að Zelenský alltaf að tala um vopnahlé, þetta er bara eins og bergmál út í lofti, það er ekkert, vopnahlé er ekki að fara að gerast. Það verður að ganga frá þessum atriðum, og þá eru erfitt að samfæra Úkraínu um þetta, sem að skiljanlegt mjög erfitt að samfæra Evrópu um þetta. Hins vegar virðast Bandaríkin búin að vera töluvert lengi á þeirri línu að það þurfa að finna einhverja málamiðlun. En það hefur bara ekki tekist, þannig að ég sé ekkert fyrir mér í þessu á næstunni, nema eins og þú segir að Úkraínu víglínurnar fara að bresta, þannig að þeir fari að það sem að Úkraína biðja um er það að fá allt sitt land tilbaka og svo framvegis og fá stríðsskaðabætur og alls konar hluti. Það myndi ganga ef Úkraína verið að vinna alveg fullna sigur á vígvöllunum. Þeir eru að gera kröfur sambærilega þeim sem ef að þeir verið að vinna fullnaða sigur á vígvöllunum. En vandamálið er það að þeir eru ekki að vinna neitt sigur á vígvöllunum. Þess vegna geta þeir ekki farið fram á þetta. Rússar hins vegar upplifa það að þeir sé að vinna stefnt í fullnaða sigur hjá þeim, og þess vegna gera þeir svona stífar kröfur. Og þessar kröfur munu bara fara vaxandi á næstunni, held ég. En þetta er náttúrulega bara þannig deila að kröfur Úkraínu eru óásættanlegar frá sjónarhóli Rússa, og kröfur Rússa eru óásættanlegar frá sjónarhóli Úkraínu og Evrópu. Bandaríkjamenn hafa sína eigin stefnu, svona í vonum að sé hægt að bara frista þetta ástand einhvern veginn, að gera bara eitthvað svona niðurstöð eins og í Kóreu eða eitthvað, að stoppa þannig að drápin hætti og þessi að Úkraína sem eftir afinni geti rétt úr kútnum. En það bara engin stuðningur við það innan Evrópu, þá línu. Þannig að Evrópa er háði að halda áfram kröfum, bara æðstu kröfum Úkraínu, sem eru óraunhæfar að þínu mati og margra annarra. Þannig að hvernig getur þetta þá haldið áfram eða þróast? Já, það hefur verið, Zelenský hefur alltaf verið að biðja Trump að vera harðari við Rússland, og til dæmis nú hefur verið þessi hugmyndum að leggja á secondary tariffs, að leggja tolla á Indland og Kína 100% tolla, sem því að það öllu er ekki sískipti milli Bandaríkjanna
og það væntanlega Evrópusambandsins líka, það eru settar refsiaðgerðir á Kína og Indland og 100% secondary tariff sem því það engin utanríkisviðskipti á milli. Þetta alveg fáránleg hugmynd og myndi aldrei ganga upp. Þetta myndi hafa svo mikil áhrif á allan heiminn og svo á Bandaríkin sjálf. Þannig að það segir manni það ef þeir eru menn að tala svona aðgerðir þá hafa þeir engin spil á hendi. Og svo náttúrulega vopnaskorturinn. Þannig að maður sér ekki sko að það sé að Vesturlönd hafi nokkuð sem þau geta gert hluti, það myndi bara skaða þau sjálf svo mikið að það er alls ekki raunhæft og mér finnst alltaf sko að sko Zelenský ofmeti ofboðslega mikið hvaða möguleika Donald Trump og Bandaríkin hafa til þess að stöðva þetta stríð. Það heldur áfram. Ég veit ekki sko hvort líka Evrópubúar hugsa svo því lengra sem stríð heldur áfram, því meira veikist Rússland, það veikir Rússland, það veikir Úkraínu og þá eru minni allavega líkur á sér aðast á okkur eða allavega það líður lengri tími. Ég veit að í Eystrasaltsríkjunum þá það talsvert útbreidd skoðun, ég hef verið að kenna þar í 20 ár. Þannig að stríði haldi áfram þótt að það kosti gríðarlegan fjölda mannslífa, að þá sé það skárri kostur heldur en að semja frið, því að ef það samið frið þá getur Rússar styrkt sig og orðið meiri ógn við okkur heldur en í dag með því að þeir þurfa að sinna þessu vonlausa stríði í Úkraínu. Já, það er það sem að sko þessi lönd, segja margir við þessu löndum sko að Rússar muni bara ef þeir ná að vinna sigra Úkraínu, þá spil ekki hvað áttum sigri, sem taka 20-40% af landinu og svo framvegis og borga enga stríðsskaðabætur og farið mjög illa með Úkraínu, að þá hugsa þessu svo þá munu Rússarnir bara halda bara taka nokkur ár í að byggja sig upp og ráðast kannski inn í Eistland eða Lettland sem eru svona lítil lönd, veik og láta reyna á NATO á sama tíma og NATO virðist vera að veikjast, Bandaríkin hafa minni og minni áhuga á NATO. En svo veldur þetta líka því, þetta áframhaldandi stríð veldur líka því að það er meiri hætta á átökum með einhvers konar uppákomum á Eystrasaltinu. Það líkur átökum í Moldóvu, það er alls konar meiri átök á norðurslóðum, þetta hefur alls konar aðrar afleiðingar sem eru ófyrirsjáanlegar, gæti brotið út átök annars þar ef þetta heldur áfram. Búið að byggja upp svo mikla spennu að það þarf kannski lítið neista til að kveikja í púðutunum sem út allt. Já, til dæmis bara eins og siglingar á Eystrasaltinu, að það er verið að stöðva rússnesk skip eða skip sem talin vera á vegum þeirra beint eða óbeint og Rússar eru að senda herskip með þeim. Þetta er hættulegt, landamæri Íslands og Lettlands lönd með 25% innanborðs íbúa sem eru á rússnesku bergibrotnir. Þetta er allt saman mjög eldfimt. Ef að Rússarnir taka Odessa fara þeir þá inn í Moldóvu, það er eldfimt. Norðurslóðirnar, fara átökum, þar eru öll löndin komin í NATO nema Rússland, það eru 8 lönd í Norðurskautsráðinu. Það eru Kínverjar komnir inn, þar geta komið átök. Þannig að meðan stríðir í gangi, og jafnvel þó að verið frozen conflict sem myndi þýða kannski hlé á stríðinu en ekki kannski formlega friðarsamninga, þar sem að Rússar tækja okkur í land og myndi bara ekki sleppa því eins og í Norður- og Suður-Kóreu, eitthvað svona landamæri, svo er eitthvað svona non-military zone, eitthvað svona svæði þar sem væri ekki átök og þá getur þetta alltaf blossað upp aftur. Þannig að ég held að sko, þarna skilur milli Bandaríkjanna svolítið og töluvert á milli Evrópa því leyti að ég held að Donald Trump og Bandaríkin vilji ná Rússlandi aftur inn í alþjóðasamfélagið vegna samkeppninnar við Kína. Þeir vilja ná eðlilegri samskiptum. Og ég held að Bandaríkjamenn sem eru sæmilega vel að sér í alþjóðasamskiptum vita það að það er til lengdar borgar ekki sig að vera í stríði við Rússland og Kína til lengdar og svo náttúrulega tala ekki með það að fara að leggja tolla á Indland og fá þá líka á móti sig. Aðilar átti sig á því þetta er ekki sjálfbært fyrir Bandaríkin. Þess vegna vilja Bandaríkin reyna að slökkva á þessu og hafa verið að reyna að gera það. Það er bara gengið mjög illa og það verður mjög erfitt að samfæra Úkraínumenn að ljúka þessu stríði
og líka Evrópubúa. Þannig að þetta eru mismunandi hagsmunir sem togast á. Ég held að Donald Trump vilji endilega, þess vegna hefur hann verið að reyna að tala við Putin. En ég sé bara ekkit hvort að þú sér að ég sé ekki hvað möguleika Trump hefur til að setja þrýstingar á Rússland núna. Við þekkjum svona vangaveltu frá Bandaríkjamönnum það hverju eru langtíma hagsmunir Bandaríkjanna og það byggt upp á hlutum eins og þú ert að segja að það sé betra fyrir Bandaríkin að hafa Rússland sín megin eða allavega ekki Kína megin vegna þess að spennan á næstu áratugum muni vera milli Bandaríkjanna og Kína stærstu hagkerfa í heimi. Og við þekkjum bara þessa vangaveltur, þannig að Bandaríkjamenn ná að tala sínu utanríkismál með einhver svona langtíma sín, hvort sem að vera sammálan eða ekki. Þetta heyrir maður eiginlega aldrei í Evrópu, maður heyrir aldrei umræði í Evrópu, hver eiga samskipti Evrópu og Rússlands að vera til lengri tíma, segjum bara til þess að komast fram yfir Putin og það allt tal. Hvernig ætlar Evrópa að hafa samskipti við Rússland eftir svona 50 ár? Já, það virðist ekki vera mikið hugsað þetta og það talað jafnvel það að utanríkis- og öryggismálastjóri Evrópusambandsins talaði bara að brjóta Rússland í ykkur á bita og eitthvað. Þetta svoleiðis hugmyndir sem eru ekki sjálfbærar og ekki raunhæfar. En svo hefur þetta stríð líka haft skaðlega áhrif líka í Austur-Asíu, til dæmis eins og lönd eins og Japan og Suður-Kórea, tala ekki Ástralía, eru farin að efast samstarfi Bandaríkin vegna þess að það er ákveðna efasemdir vegna þess að Úkraínastríðið hefur farið mjög illa. Það átti að sigra Rússland á vígvellinum, það gera alls konar hluti og svo gengur allt á afturfótunum. Og til dæmis, að ég er sjálfur að fara til Austur-Asíu, Ástralía er álíka fjölmennt land eins og Skandinavía, þetta er 27-8 milljónir manna og hún í návígi við Indónesíu sem að verða ofboðslega öflug, svona þegar Kína líka og þeir hafa fyrst treyst á Bretland og svo Bandaríkin og varðandi sína varnir og telja sig ekki geta varið sig, að margir telja að þau séu 27 milljónir, það er ofboðslega stórt land og þetta hefur skaðað Bandaríkin þannig að við erum búin í stríði við Rússland sem er að tapast. Við erum að tapa þessu stríði, NATO er að tapa stríðinu við Rússland og Bandaríkin er að vera uppiskrafma með vopn. Og þetta hefur svo mikla afleiðingar ekki bara í Evrópu að lönd hefðbundin bandalagsríki Bandaríkin eins og Japan og Suður-Kórea og Tævan og Ástralía farin að velta þessi hvernig eigum við að hegða okkur í þessu. Því að svo geta Bandaríkin bara gengið frá okkur og eða jafnvel gert kröfu í okkar auðlindir til þess að fá endurgreitt sem við gerðu aðstoðuð okkur. Þetta grefur undan hlutum, þess að hefði verið mikilvægt fyrir Vesturlönd og ekki síst fyrir Bandaríkin að ljúka þessu stríði þannig að allar þessar spurningar fari ekki að vakna það að kannski séu Bandaríkin ekki nógu traustur aðili til að vinna með í varnarmálum og öryggismálum. Þess að þau séu tilbúin að ganga frá málum eins og þess í Úkraínu áður en að þessu lýkur og gera alls konar kröfur á landið sem að geta verið mjög erfiðar eins og fyrir Úkraínu þegar hún er búin að verða sem miklu tjóni. Hún þarf á sínum auðlindum að halda sjálf. Hún getur ekki afsalað sér þeim til einhvers annars ríkis og svo framvegis. Og svo núna með nýjum forseta Bandaríkjanna eru kröfurnar frá Bandaríkjunum að við viljum bara við viljum bara selja ykkur vopn og látum Evrópa borga fyrir það. Og núna er Evrópa líka farin að tala það líka eins og Frakkland vilji ekki taka þátt í því að borga vopn frá Bandaríkjunum, þannig að það komið ákveðin brestur í samstarfi Evrópu. Ég held að Ítalía sé líka í þeim hópi, það er kannski Þýskaland sem er tilbúið að gera þetta, að það hefur komið svona brestur í samstarfi og í Evrópu og svo líka spurningin hvaða áhrif það hefur fyrir Bandaríkjunum allan heiminn trúverðugleika Bandaríkjanna ef þetta fer svona illa í Úkraínu. Já, þá má ég alveg að spyrja, þú varst að tala hótanir Trump að setja 100% tolla á þá sem að stunda viðskipti við Rússland og það getur verið Indland og Kína sem að myndi kannski bara draga utanríkisviðskipti með þessara landa og Bandaríkjanna myndi bara hverfa og þú orðar eitthvað þannig að þetta sé bara skaðinn sé svo mikill að það sé ólíklegt að Trump beiti þessu vopni. En má vera að nauðsyn þess að Úkraína hendi þolanlega út úr innrás Rússlands séu einfalda svo miklir út af meðal annars þess sem þú ert að segja því það eru önnur lönd sem að horfa upp á það hvernig Bandaríkin stendur við bakið á þeim sem segjast alltaf standa við bakið á að hagsmuni Bandaríkjanna á því að enda þetta stríð
á þann hátt sem að Úkraína og Evrópa getur sett sig við séu svo miklir að Trump muni beita þessu vopni sem að setja alþjóðaviðskiptin að kveiki í þeim alþjóðaviðskiptum. Það myndi bara hafa svo alvarlegar afleiðingar fyrir hagkerfi Bandaríkjanna. Það myndi líða svo mikið samdráttar og það myndi vera svo mikið högg fyrir Bandaríkin. Og Bandaríkin hafa alveg svoleiðis reynt mjög mikið að halda góðu samskipti við Indland. Indland 1,5 milljarður manna og vaxandi hagkerfi. En þeir sem leggja þetta til, Hilmar, þeir sem leggja þetta til, líta svo á að staðan í Úkraínu sé svo alvarleg að það sé ekki við hana unnað að Rússar séu hægt og bítandi að vinna þetta stríð. Það verði að stöðva það og koma í veg fyrir það með öllum tiltækum ráðum, jafnvel þótt að við þurfum að taka á okkur efnahagslegt kjafsögg. Já, sko, ég bara held, sko, ég segi maður eftir 100% tollar á Indland og Kína að halda það að viðskipti milli Rússlands og Kína og Rússlands og Indlands muni stöðvast, ég sé það ekki fyrir mér. Þessi lönd eru líka komið með svo mikið utanríkisviðskipti annað og allur innflutningur sko vara inn í Bandaríkin í dag. Ég held að sé eitthvað, ég hef tölu frá prófessor í Bandaríkjunum að vera eitthvað 13% af öllum vöru innflutningi í heiminum færi til Bandaríkjanna. Þannig að Bandaríkin hafa bara ekki þann slagkraft að þau geti þetta. Ef við tökum Ísland þá eru okkar utanríkisviðskipti innflutningur til Bandaríkjanna eitthvað 10%, eitthvað svoleiðis eða minna. Þannig að sko Bandaríkin hafa ekkert, sko þessi lönd eru í samstarfi við BRICS-löndin og þau eru að auka sín viðskipti meira og meira á þeim svæðum. Þessi Austur-Asíu, lönd eins og Indónesía og Malasía og Tæland og Víetnam og Filippseyjar, þetta eru lönd sem eru alltaf að stækka hagkerfin og verða meira og meira og þetta eru alltaf útflutningsdrifin hagkerfi á meðan Bandaríkin voru lengst að freka loka hagkerfi. Þannig að ég held bara að sko Bandaríkin hafi bara ekki það hlutfall af utanríkisviðskiptum í heiminum að setja beita þessu vopni og þvinga þessu löndir að gera eitthvað sem þau vilja alls ekki gera. En það myndi skaða Bandaríkin meira heldur en þau lönd sem eru fyrir tollum. Já, það myndi líka skaða Evrópu mjög mikið. Ég meina Evrópa og Bandaríkin hafa hagnast mjög mikið á hagstæðum viðskiptum við Kína. Gríðarlegi mannafli og mikið og gríðarlega mikla sérhæfing og stærðarhagkvæmni og það sem við höfum verið að fá vörur frá Kína og Austur-Asíu á mjög hagstæðu verði. Það skiptir okkur miklu máli. Það hefur verið stór hluti okkar hagvexti að geta stundað viðskipti við þessu lönd sem eru með svona ofsalega mikla sérhæfingu og svona svakalega mikla stærðarhagkvæmni. Það myndi skaða okkur. Ég sé ekki, og þar að auki þá myndi þetta ekki breyta stöðuna á vígvöllunum ef að það veri sett þannig aðgerðir að það myndi setja ykkur að skrúa á þessu lönd og það myndi skaða þau eitthvað, það myndi skaða Bandaríkin eða Evrópu kannski meira, myndi það þýða það að Rússar myndu að hætta að sækja fram á vígvöllunum í Úkraínu. Ég sé það ekki fyrir mér. Og þar auki þá held ég að sé ekki tvolega langt eftir þessu stríði í Úkraínu. Ég held að Úkraínu sem hefur staðið sig afskaplega vel og auðvitað hefur Pútín þegar hann réðst inn í Úkraínu í febrúar 2022 vanmetið Úkraínu en stríðið er búið að standa yfir í 3,5 ár og þú varst nú að tala um það áður að viljan gæti að fara að bresta og það eru margir sem óttast það og þess vegna er krafan vopnahlýðurinn svona hávær allt í einu því að áður var þetta alltaf það nei við ætlum ekki að fara í vopnahlýð, við ætlum að sigra. Við fáum bara réttu vopnin frá Vesturlöndum og við ætlum að sigra. Núna er það horfið og nú ætlum við að fá vopnahlé. Þannig að við getum fengið safna á gröftum, endurskipulagt herinn og tekið við vopnasendingum sem við eru á leiðinni til Úkraína á sama tíma. Þannig að sko, ég bara sé ekki fyrir mér að sko, Bandaríkin eru, Bandaríkin eins og sumir í Bandaríkinu sem fastir í setni heimstyrjöldinni þegar Bandaríkinu voru helmingurinn af hagkerfinu, núna er kannski 15% af heimshagkerfinu, það hafa bara ekki það slagkraft og utanríkisviðskiptin eru bara ekki það stór fyrir milli Bandaríkjanna, sko Kína er með miklu stærri útflutningsgeira og miklu meiri utanríkisviðskipti heldur en Bandaríkin, miklu stærri. Þannig og öll þessi Austur-Asíu hagkerfi eru útflutningsdrifin og þau náttúrulega eru í miklum viðskiptum hvort við annað og þetta eru hagkerfin sem eru að vaxa mest í heiminum. Og ég meina þau geta beint viðskiptum hvort til annars sem meira að mæla og þess vegna var BRICS stofnað vegna þess að það er svona samráðsvettvangur, það er ekki varnarbandalag eða samband eins og Evrópusamband en þessi lönd eru hreinlega að beina viðskiptum og gera sjálfa, þau eru bara að dreifa áhættunni.
En ég held að það er ofsalega erfitt fyrir Donald Trump að fara í aðgerðir sem myndu alveg stöðva hagvöxt í Bandaríkjunum og leiða til samdráttar út kjörtímabilið ef það myndi fara að stoppa viðskipti við Kína og Indland. Það er ekki fyrir mér. Hilmar Þór, takk fyrir að koma hérna við á Rauðaborðinu í gegnum Zoom að ræða Evrópu aðild Íslands, öryggismál Evrópu, Úkraínu og önnur heimsmál. Kærar þakkir. Takk að þið fyrir. Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Hilmari Þór og öðrum gestur sem hafa hingað komið og Maríu Lilju og Sigurjóni Magnús fyrir að segja með mér fréttinnar og taka viðtölin og Boga Reynisni sem að tóku upp og sendi út í kvöld. En mest þakka ég ykkur sem hafi verið að hlusta og horfa og sem hafi breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Ég minni á eins og ég geri oft að samstöðin hefur verið byggð upp af ykkur. Dreifikerfið hefur verið byggt upp af góðri afspurn þegar við sagt fólki frá efni sem þið hafi séð hér eða heyrt og fólk finnur efnið okkar á Facebook undir nafni Samstöðunar, á YouTube undir nafni Samstöðunar, í öllum hlaðvarsveitum undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM. Það sendingar nást á sunnanvert Snæfellsnesi langt upp í Borgarfjörð upp á Litlu kaffistúi og Reykjanes þá. En þar fyrir utan má hlusta á útvarpssendingarnar á spilaranum. Spilari.is er á netinu og svo er Spilari líka app sem maður hlaðar niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útastöðar, hvað sem er í heiminu, það sem er net á annað borð. Við erum komin til þeirra í sjónvarpið hjá þeim sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar er við nummer 5 á fjarstýringunni, kannski vill munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptafinu líka upp á efni frá Samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunan, allan ársins samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum Samstöðunar. Það sem að drífur Samstöðin áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur, fólk sem að lítur á að Samstöðin skiptir máli í íslensku samfélagi, skiptir máli fyrir lýðræðið, að það leggur okkur lið. Grunn áskriftagjaldið er 2.750 krónur á mánuði, margir borga meira og þau sem að kjósa að láta áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagi og það er alþýðufélagi sem á og rekur Samstöðina. Ef þú vilt slást í þennan hóp, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er nappur sem ástendur áskrift og framhaldið þetta að liggja ljóst fyrir. En við látum þetta duga í kvöld. Við verðum hérna aftur með þessar tilraunarútsendingar að sumri á morgun, byrjum klukkan 7 á fréttum Samstöðunar. En takk fyrir í bili.